Og við erum komin í veina. Kvöldi. Gott og berrasað kvöldið. Áhörfundur kærir, verið velkominn í þessa fallegu útsendingu. Það vantar alveg þetta. Þetta er ekki vonleikakeppni þó að fólk gæti haldið það. En hvað er að tala um? Bergur er nú á Ölfirði. Já, við erum með eina mandarínu. Er komin jól hjá þér? Hvað segir þið? Komin jól hjá þér? Já, alltaf jól hjá mér. Já, þegar í spjallinu verður bara að láta okkur vita ef að hljóðið er eitthvað brenglað. Það er ekki að henda þessu hérna upp á GTS Iceland síðan á Facebook. Hvað að gera? Það held ég. En já, það er 5. umferð. Nú verður það bara að klárast hjá okkur, Grétar. Það er ekki mikið eftir. Nei, það er stutt eftir af sumarsísoninu. Skemmti lobbís keppninni. Heldur betur. Það styttist í að við förum að sjá hverjir standa uppi sem sigurvegarar í þessu. Já, og hérna styttist í að við lendum seint í því að verði 5 manns á braut. Já, það er nú óvenju fámennt hjá okkur en það í kvöld. En það var svo sem við búið að það fara að líða á sumarið að menn væri aðeins svona í sumarfríum og hitt og þetta. En við verðum svona að hafa eitthvað að gera. Það getum ekki bara að sitja með hendin í rassinum og já. Ég meina, ég er ekki búinn að ræsa stýrið hjá mér síðan í síðustu keppni, það er daginn eftir hana. Já. Ég er alltaf mistið af síðustu keppni og ég held að ég er búinn að fara 2 að keyra síðan ég kom heim. Herri, já, fyrirgeðu, það er rétt hjá þér, ég misti líka á síðustu keppni, þannig að það er rosalega ekki að ég var síðustu keppni. Já. Þú varst í Ítalíu og skoða söfn og svona? Já, gitt í Róm og Napoli og... Komst öllum í bísikliðinu á óvart að þú varst ekki að leitast eftir að skoða bíla í Ítalíu? Nei, ég var líka á svona stöðum þar sem var kannski ekkert alltaf mikið af þessum dýrari bílum, sko. En þú valdir að fara á þá staði? Já, meira að skoða. En ég sá nú samt alveg Ferrari og eitthvað þarna. Ja, þú varst í Ítalíu? Já, Ferrari dealership og svona eitthvað. Reyndar stóð í glugganum að maður mætti ekki koma inn ef maður var að hugsa að kaupa sér svona bíl. Það er ekki að hugsa það? Jú, svo sem. Já. Það er sennilega þreyttir á túristanum. Já, nákvæmlega. Og það var í Róm, sko, þannig að það var... Þannig að það kemur ekkert á óvart, svo sem. Þetta var mjög fínt. Það var eitt sem ég gerði ekki sem ég langaði að gera. Það var að fara í go-kart. Já, það var eina sem þú gerðir ekki í Ítalíu. Já. Það sem ég saknaði að myndi gera var að fara í, þú veist, Ferrari-verksmiðjuna, Lambo-verksmiðjuna og testdræfa Ferrari og Lambo og eitthvað svona, sko. Já, ég hefði viljað það. Kona vildi bara vera ekki staðar hjá ströndinni, sko. Fallegt að þeirra leifinnar á þessu. Já, ég reið fyrirpartinu, það var Róm. Og hún átti eftir að sjá Colosseumið og allt þetta. Svo fórum við til Napoli og vorum á ströndinni þar og eitthvað. Þannig já, ég var kannski að henda hérna 2 mína á þetta. Þetta er flottur Lovísubíllinn. Já, stekki. Bísik Racing-bíllinn, meina ég. Já, nákvæmlega. Þannig er það, sko. Já. En þetta merkilega við þennan bíla, hann er framhjólsdrifinn. Já, ég hafði nú orð á því að það var ekki eitthvað sem ég væri að elska hérna rétt fyrir útsendingu. Nei, þetta kemur svolítið óvart. Það var hann Hugo hérna sem að prófaði þennan bíl fyrst og var bara
að smóka menn í bókstaflegu merkingu. Sá hann eftir að hafa sagt honum frá þessu? Alveg örugglega núna. En svona er það bara stundum, það er bara bíllinn sem hefur hraðan sem að menn velja. Já. Nei, menn, þetta er fallegu voffi. Já. Þýskt gæði hjartað. Já. Við erum ekki gleyma því að Volkswagen á Lamborghini og marga aðra. Já, það er svo rétt. Ég er nú að fíla þetta lifri hjá honum Toppasand líka. Þetta er Yamaha lifri hérna. Með Yamaha MT-merkið hérna á hútinu. Já, kraftvélag Yamaha lifri. Hvað er á hútinu segir við? Þetta er sem sagt MT-merkið. Yamaha MT eins og 09 og hérna. Sem sagt það er típa af mótorhjóli í okkur. Skemmtilegt. Já, kemur vel út hjá honum. Og lofið sér náttúrulega á topnum. Og blotna á brosa. Þú voru að passa að við ætlum að eða góðu kortir í að fara yfir lifrin í keppninni. Nákvæmlega, það er rétt. Hérna er mandarínan. Hvað erum við að gera? Erum við í tímatöku? Erum við búin með tímatöku eða hvað erum við að gera fyrir ekki það? Nei, við erum að byrja tímatöku. Bara eftir, já, bara í þessum töluðu orðum. Já. Og sendum við hérna good luck á þetta, að venju. Það er 5 menn á braut. Það voru æsispennandi hjá okkur í kvöld. Já, heldur betur. Fyrir þá sem að ekki vita og mögulega hafa einhvern eða algjörlega engan áhuga á því, þá sitjum við hérna Jóhannes Egils og Grétar Hagalín með ykkur í kvöld og ef hann lætur í sér heyra þá erum við með gestalýsanda, hann Jón Þór Ásgríms. Já, hann er hérna að mjúta þér. Hann vill ekki eitthvað feiminn strákurinn. Buðum honum að vera með og hvöttum hann til þess að vera með okkur hérna að spjalla. Sko, í fyrsta lagi Bjóðið hann þá velkomin. var hann ekki í boði með heldur að taka sælistrákar, við erum live. Þú fljóttur henda þar á mjút þá. Þetta krakki kom og bjargaði mér, ég þurfti að fara að tala við hann. Já. Herðu, menn eru komin á stað í já, ekki í fyrsta hring, þeir eru leiðin í uppbytunarhring. Uppbytunarhringurinn, já. Fyrstur. 100 betur og við ætlum að keyra 30 hringi hérna í keppnu eftir. Og ég hugsa að við förum alveg eitthvað aðeins yfir klukkutíman í kvöld og á morgun. Já, með við 502 þá förum við ykkur rétt yfir hann. Já, en það er líka alltaf. Menn verða að vinna fyrir þessu. Pitturinn á þessari braut er sama sem akkurat ekki neitt með hann okkur. Nei, hann er mjög stuttur. En það er einmitt eitthvað sem er fróðlegt líka. Það er hvort að menn ætla að taka 2 stopp eða 1 stopp. Hvort að menn ná eitthvað að teygja upp í 2 stopp, nei í 1 stopp ætla ég að segja. Taka 15 og 15 eða hvort að þetta verði 2 stopp og hvort sé hraðara með svona stuttan bit. Já, ég ætla einmitt að segja, ég meina pitturinn, þú veist hvað, er hann ekki undir 15 sekundur eða? Jú, ég held að segja eitthvað tæpa á 14. Til 18, eitthvað. Já. Ef þú tekur bensín út af. Já. Þarftu bensín? Já. Já. Ok. Og við byrjum með fullan tankinn í kvöld? Já, að venju. Að venju. Venju. Já, núna eru þeir komnir á... Nei, það er það áfram. Já. Jón Þór er að koma hérna í síðustu beigurnar og er að fara yfir línuna til smá stund. Það er bara komin í lobbyið. Já. Sagði ég Jón Þór. Já, þú veist að lesa með tilkynningur á skánum. Það var akkurat svoleiðis. Heldur betur. Okkar kæri, Johnny B. Já. Tekur fyrstu byggu listilega. Skellum okkur bara ennum bara hjá honum. Allt í hvínandi. Hugo að sjálfsögðum nummer 69. Nei, þetta. Ef við viljum skilgreininguna á hérna blotnum brosa hérna slóganinu, þá getið þið bara að horta mynd á Hugo. Nákvæmlega.
Það var nú gamla, allir við séum búin að kvarta eitthvað yfir hljóðinu hjá okkur, þetta sé bara í toppmálum eða, sjá. Jú, Jón Þór er svo duglegur að skamma okkur fyrir að fylgjast ekki nógu vel með hérna YouTube-spjallinu, þannig ég treysti á að hann sé þar. Og þeir sem eru að horfa með endilega láta okkur vita hvernig hljóðið er, hvort það verður að hækka í leiknum eða okkur eða hvað. En það er komin spá frá honum Jöklauga. Það er Tobbi, Hugo og Jón B. Mér finnst nú svolítið svik sko. Þetta ætti náttúrulega að vera sko Hugo, Jón B og svo Tobbi. Já, ég meina, hann var bara sinn rétt. Jæja, þetta var nú bara djók. Ég myndi nú ekki útiloka hérna restina í lobbyinu. Nei. Nefnilega ekki. Ég þekki það vel að Steini Sveins, hann er með hraða. Já, þú fengið að kynna stígi. Já. Hann fannst einhvern tíma að vera full mikið fyrir sér þetta. Herra, já, hvaða tíma setur okkar maður? Johnny V. 202. Það er vel gert. Steini. 239. Var á Bergur. Það er nú 4-7. Tobbi. Og hann bætir það 0-2. Og þá kemur Hugo hérna síðastur yfir línuna. Hann er búinn að búa sér til gott pláss. Ég sýnist nú að Tobbi sé að fara að lenda í raskatinu á Bergi. Svo með hraðmjörnum. Flottur, 2-0-2-7. Það er vel gert. Alls ekki slæmt. Þannig að Jökull er næstu því með alla rétta í allavega fyrsta tímatökuring. Já. Bara sviss á Hugo og Jón B og þá var þetta komið. Já. Hvað hérna tökum við marga hringi? 4 hotlaps? 2 mínútur, já, allir ná ekki. Nei, ekki 4, er þetta ekki þá 3, nei, 4 hotlaps, útringur og svo 4. Hvernig er spyr sá sem ekkert hefur æft, eru menn að taka 2 hringi, henda sig inn og taka aftur eða? Það er bara mjög góð spurning. Svona með við dekkin eins og hjá Jóni B núna, þá gæti það nú alveg borga sig. Rosalegu munur á dekkjunum hjá Jón B og öðrum. Steini er svipaður. Hann er nýjengur. Kannski benda á að við erum 3 kynnar en það eru bara 2 like á streamið. Já, ég fór náttúrulega að dreifa beint inn í kommentin. Svo er það. Svo eru strákarnir við partí, þannig að við getum farið að bakka á eftir líka. Já, eru þeir allir saman í opnu partíi? Já. Hvetju menn til þess að koma bara online og fara að spjalla við þá. Já, þetta var það. Eða ekki. Ekki gera það. Það er ekki bæti ekki á Jón B. Nei. Og ekki á Tobba heldur. Það er næstur í línuna. Bergur var í línuna, hann bæti sig ekki. Hugo var að koma á næstur í línuna. Hvað gerir hann? Ói, minna ekki miklu. Það geti alveg verið rétt sem þú ert að segja, hvort það getur heimlega að borga sig að fara inn og taka nýju dekk. Ekki bara hattastandur, þú veist ég frábær hattastandur. Sko, nú erum við 6 leiki á streamið. Wow, vel gert. Alveg heil. Fólk. Og það eru nú 8 í tjattinu. Já, eða... Þannig að við... Já, það var live chat, þá stendur members 8. Já, ég, þú, Jón Þór. Já. Við erum ekkert að fá neinn velur fyrir fjölda. Við erum líka aðeins bara fyrir skemmtunum og reynsluna. Það fyrir allt á CV-ið. Já. Já, ég er með líklega bara þetta klárt. Það er alltaf eitthvað að fara að gera hvern annan út og svona, þá getum við fylgt með því. Já,
vonum að það dreifist ekki úr hópnum, vonum að þetta haldist svona nokkuð kljós. Já, ég hugsa að þetta muni gera það. Slipið? Avík. Bullandi slipur. Sem það er mjög stærkt. Já, og sterkara heldur en við erum vanir eins og í GTS-i vetrar- og vortímabilinu. Það er Johnny B, yfirlínu, ekki að bæta sig. Nei. Það er þá ekki, hver er það á næstur yfir? Nei. Toppi næstur. Steini, 204. Það var að Toppi. Toppi. Það bæti sig ekki. Bæting. Ég ætla bara að kasta þessu út. Ég held að þetta séu 2 hringir dekk og út aftur. Já. Jafnvel hringur dekk út aftur. En svo er spurning hvort að það sé málið á sko sjá bara dekkin hjá hinum og svo dekkin hjá Berg sem eru afturdrifsbíl. Hann er aftur ekki að bæta sig. Nú var erfitt að fylgjast með því hver er að koma hvar. Já, mætti alveg vera svona 2 röðin. Jaha. Það vantar alveg svona alvöru broadcaster mót í hennar leik. Já, svona eins og þeir eru með í í World Finals og þessu. Svo, Jón B er að hlusta. Já, hann er búinn. Subbed up. Hún er ekki öðrum. Hættir. Þá er það fremstimaður á braut, það er Steini. Yes sir. Herru, við viljum endilega fá fleiri spár þó að tímantaka sé að vera búinn. Heldur betur. Steini er ekki að bæta sig. Toppi eru báðir 1,5 sekúndu yfir sko. Vá. Það er nú fróðlegt að sjá hvernig það fer í keppni þá. Bergur með skemmt. Já. Það hjálpar honum ekki. Nei. Hugo er nú 0-2 frá sínum besta, þannig að hann kannski... Gæti allt gerst. Já, hann gæti nælt hérna síðasta kafla. 0-6 frá Jón B sko. Já. Ég trú á stráknum. Þýskur maður á þýsku stáli, það er alltaf hægt. Þú þarf, nei, Hugo þarf ekki að leita í náttbóðskúfuna eftir bláum sko. Ég skal aðeins minka þetta, sorry. Nei. En þó með, hvað ég segja, minni mun en Já, heldur hún aðrir, það er rétt. Bara, sem sagt, ekkert upp á neina út á að setja eða hrósa, það var ég bara að meina svona upp á fróðlegt að sjá hvernig það er. Já. Ekki sammála um Þór? Jú, Hugo er öflugur sko. Það var ekki það sem ég var að tala um, en jú, ég vissulega sammála. En maður sér áberandi mun á dekkjunum á þessum framhjóldarspílum og afturdrifs. Já. Og spurning hvort að Bergur reynir þá að taka one-stoppurinn á meðan þeir þurfa að taka tvö stoppin. Hvort það hreinlega borgið sig. Eitt sem ég get sagt þér, það er auðvitað ógeðslega gaman að spekla við þetta og ræða þetta og allt þetta. Já, það er vissulega rétt. Ég er bara ekki viss að náu því út af bensínu. Bergur, já, það reyndar gæti verið hengur í þessu. Þetta er nú ekki stóri munurinn á þeim hérna í tímatökunni. Nei. Svo sem farið yfir að hérna, póltíminn 2:02:015. Það sjá mikið Jón B. Hugo 2:02:789. Steini 2:03:954. Og Bergur 2:04:723.
Loksins kláraðist þetta. Þannig að þá setjum við hérna race 21. Smá pissupása. Já, ok. 21. Jói, þú ert með hérna Himmi er að segja að það heyrist mun hærra í þér en þeim. Ok, sjá. Gera það svona. Hærra í mér. Nei, sem sagt, heyrist hærra í þér. Þeir vilja heyra minna í þér. Já, hvernig er þetta núna? Sem skiljanlegt með okkur tvo með, sko. Ég menn alltaf spennt að heyra þessu sem þér. Nákvæmlega. Það eru bara fríðindi sem allir fá ekki, sko. Nei, það eru myndbandaðir á YouTube, það vantar ekki. Reyndar. Það sem þú ert að drekka protein shake þegar menn eru að challenge því að drekka bjór. Nei, herri, ég var að breyta þessu aðeins öðru í þessu. Sjá. Nei, herri, ég var að breyta þessu aðeins öðru í þessu. Góða kvöldið áslóttur. Svo þarf ég bara að lækka í mæknum hjá mér. Hérna. Svona, nú ætti þetta að vera betra. Himmi er hérna hljóð eitthvað, sérfræðingur okkar. Herru, Jón B. er að óska fyrir að henda mér út eða? Og vót gig. Heyrðist nú að mig lækka bara ennþá meira að mér. Svona. Það lítur að vera betra. Þannig að ég vil ekki bara henda þessu staða. Ég held að við ættum bara að gera það. Svona, það voru bara 8, 7, 6. Allt að gerast hérna okkur. Hvað okkur klárar ekki telja niður? Það var spennandi. Herðu, þú ferð á einhvern bíl? Jep, fylgist hérna með þriðasætinu. Nú heyrist alltaf mikið í leiknum. Lögum það eftir Það eru ljósin slögt og af stað við förum. Viðbragðið ekki gott eða Volkswagen hægur á stað. Hugo með alveg rjúkandi start. Já, Bergur líka. Já. Þetta fer allt sómasamlega fram inn í fyrstu beygju. Hlið við hlið. Þeir eru liðsfélagar þó þau séu með sérhvern litin. Bergur aðeins að fyrrbast út í beginni. Hugo tekur hérna innri beginna, innri línuna á Jón B og er komið fram úr. Steinu komið fram úr Bergi. Bergur ætlar ekki alveg að gefa en Steinu með innri í næstu beigju. B komur rætt fram á Hugo. Þessi bardagi gæti kostað á sko. Já. Toppi er aðeins að hverfa frá þeim þarna núna, komin 1,5. Toppi er að græða vel á þessu. Já. Johnny Bravo bremsað sko.
er náðu þessu niður í 1 sekundu. Steini búinn að klíra Berg og með sekundu fórskot í hann. Já. Aðeins að sækja á hann. Pressa á okkar Hugo. Þarna erum við vinna saman. Við erum ekki að verja innri. Já, þeir hafa átt að sjá því að þessi bardagi var að fara að vera til þess að Tobbi væri bara að fara að stinga þá af. Þannig að það er svona aðeins róast í þeim. Já, þeir eru konur sko 5 sekúndum tæpum undan Steina. Nei. Jón B. tekur aðeins innri kantinn, missir hellingstíma þarna. Stippi bjargar honum örugglega. Það er í einnig strákar eða hvað eru þið? Nei, sorry. Það var mjög gaman að hlusta þess að. Þetta er TikTok hérna bara strax á öðrum lík. Nei, ég var að þess að leipina nýlega sem var að koma inn í samfélagi. Já, ok, ekki. Flott sér þess. Já. Hún var að senda á mig og spurði hvort það væri réttum leik. Sendiði við mynd af menjúinu. Já, ok. Þú nýttir ekki leik fyrir þess að þetta verið músikralli í leiknum hana. Það er kannski út af músikrallinu sem hann hefur sendt á mig hvort það væri réttum leik. Já. Hugo búinn að saksa þetta niður í hálfa sekundu. Slíta sig aðeins frá Bravo. Já. Jón hefur kannski verið að hlusta á okkur og ákvaði að gefa honum smá bríðir. Nei! Sjáu þið alveg tíma? 2:01.6. Hvað var þessi tími í tímatöku? Slippið, það hjálpar. Hann er alltaf búinn að vera í éta tíman sko. En þetta er hörku, þú setur þetta ekki nema að vera með hörku akstur í ofan á það. Já. En hérna, þetta er falleg saga hjá þér Jói með Bravo. En það var nú ekki svo fallega gert. Hann fór aðeins út fyrir tapaði tíma. Já, nú þarf Hugo bara að halda fram að sækja og hægja vel á toppa þannig að það hefði báðið fram á honum. Lýsvélagarnir. Wow, það er hlutlausast lýsandi ársins-verðlaunin við það bara. Ég fatt að nefnir því sagði þetta. Nei, ég meina, er það ekki þannig sem að lýsvélagar eiga að vinna saman? Já, jú. Það er bara eiginlega ekki sagt upp á þetta. Nei, það er náttúrulega líka það sem við viljum. Við viljum að Hugo komist ennþá nær honum og þá myndast bara meiri barátta. Jón B. kemur þá inn í þetta og ég veit alveg þó að þeir kallist liðsfélagar þá munu þeir alveg láta hvern annan að hafa það sko. Já. Þeir hafa nú hvoru verið þekktir fyrir það að gefa neitt eftir. Það var ekki að gera það. Hugo nær alltaf vel á toppa þarna í beinu sem vorum að fara í gegnum þröngu. Sko þeir eru konum með tæpast, það er rúmar 2,5 á Bravo. Já, hvernig eru nú dekkin hjá þeim? Já. Toppi með mikið betri dekk en þeir sko. Mikið, þeir eru allan eitthvað betri sko. En svo er Steini og Bergur á mediumdekkjum. Já. 3 og 4. Ég spottaði þetta ekki maður. En bensístaðan er eins eða með í öllum. Já, en Tobbi er með mest bensín eða ekki? Já, mjög kannski pixel hana. Já, Bergur. Sjá, Hugo er bara, hann er komin í hérna Take My Stickers
kjalla hennar frá hann. Ég held að þetta sé Livery sem er að hjálpa honum. Já, þú stóð til. Hlutlaus. Hljómar þannig. Take your time. Já, þetta er bara eina baráttan sem við erum með í braut. Já. Bergur er að, neini, Bergur er að snúa. Getur tekið replay að þig og vilt. Já, það var Zeta og Vaff. Já, já. Er ekki nóg verið með lyklaborðið og kannt ekki á það? Hann hafði replay. Þarna, Hann er Já, núna extra. Búinn að spinna hann alveg. Við getum bara klára replay og farið á hann. Ísku strákar. Ekki sko hann sé að koma ískaldur. já. Ús. Er út í grasið þarna. Það var þetta leiðilegt sjónarhorn. Og skemmda framan og aftan á hægri hlið. Við erum ekki með heavy damage, þannig að það hverfur nú hjá honum. Já. Hugo er alveg bara að láta Toppa vita af sér. Já. Þannig að ef þú sest inn í bíla aðeins hjá Toppa, þá sérðu bara, þetta er ekki það þægilegast í heimi að vera með bílinn svona Nei, alveg. og þarna kemur hann inn á hann. Hann er ekki raunin út. En sko, Toppi er betri vinstra megin, en Hugo er betri hægra megin. Þetta ekki nú, sjáu það. Já. Þetta var alvöru rannsóknum hans vinna að spotta þetta. Með Hugo að búa til alvöru TV fyrir okkur hérna, strákar. Ha? Heldur betur. Og Jón B, ef þú ert að hlusta, íttu nú á bensingjöfuna. Já, hætti þetta bremsum. Bremsundan hægja bræður. Vitum auðvitað að hann er að hlusta, hann er svo forvitinn. Hugo svolítið víður á það. Kemur örugglega ekki að sök. Tekur þess að beygja samt mistralega vel. Heldur betur. Sjáu þess að hérna, þessari beygju, þar er Hugo að fara að sækja á hann alveg niður í 0-2. Já, tekur hann það svolítið vel þrengra. Já. Og spurningin, eftir Toppi sé að hlusta og takk ég hann að þrengra næst. Við ætlum að sjá það gerist. Þeir eru að vera konið með 5 sekúndar forskot í hérna Jón B. Það var nú 3 kom eitthvað nú bara rétt á hann. Hann hefur gert eitthvað mistök hann Jón. Sjáum það á hringtímanum við honum. Hann hefur sennilega hlustað á þig og hætt að bremsa. Núi. Þarna fer Jón B í vegginn. Goddammit. Hann vinnur þetta upp, full trú á hann. Já, já. Svo verður fróðilegt líka að sjá hvað hérna Steini Sveins gerir, því að hann er náttúrulega á mediumdækjunum. Hann er að taka reverse strategy. Bergur með 0-5 með pen. Steini kominn 8 sekundur rúlega fyrir aftan. Ef menn eru að taka 2 stopp, þá hugsa ég að þetta verði 10-10-10. Myndi ég giska á. Bensinu. Já. Og dekkjum sýnist mér bara. Já. Sko, Hugo er að slá af. Hann er hraðari, sko. Það er bara að vera þolinmóður og... Strákur. Djúllir ég ánægði með hann. Afsakið óhlutleysið. En Toppi er að keyra meistara vel, hann er að halda honum fyrir aftan sig. Já. En Hugo hefur alltaf slippið.
Nú var bara Hugo að vera þolinmóður og velja rétta tækifæri. Nei, það er ekki. Steini fær nú bara nálgast, nei. Ekkert. Ég er sammála Sean Antoine, hann hendir hérna í alvöru helvítis tími á Hugo. Þetta veður. Þetta er Hugo ekki eftir að sofna í nótt, hann er svo ánægður hvað hann heyrir nafnið sitt oft í útsendingunni þegar hann horfir á hann eftir. Tobbi líka greinlega aðeins farin að svitna, hann er farin að eyða dekkjunum hraðar en Hugo. Já. Það er smá munur. En svo er líka ekkert hægt að skafa því að þetta er maðurinn sem leiðir deildina sem að Hugo er að hönda hérna. Það er bara svolítið svoleiðis. Hann er búinn að vera keyra þrusu vel og ná sér í fullt af stigum. Heldur betur. Dullur að æfa líka, annað en sumir. Ég er nokkuð viss að þessi var ekki beint að mér. Ég er þetta ekki búinn að vera dullur að æfa heldur en það var svona eiginlega beint á okkur báðum. Já, en þú ert þó alveg almennt duglur að æfa annað en sumir. Kannski. En það sem Hugo náttúrulega græði líka á því að vera hérna fyrir aftan hann, það er að hann getur tekið sér sinn tíma og spara dekkin. Hann sparar bensunum dekka að vera bara fyrir aftan hann meðan að Tobbi þarf svolítið að fara hraðar í gegn meðan Hugo nær honum alltaf á köflunum á mitt út á slipinu. Já. Hugo gæti náttúrulega líka verið svolítið að síðan reyndar er ekki af því en hann gæti verið að skipta aðeins fyrir, mögulega, kannski spara eitthvað bensín. Já, þeir eru þetta bara Það er nú ekki að sjá þannig. Það hreyfist ekki, sko. Nei, en hann gæti verið að gera það, sko. Steini á mesta bensinnið og Bravo minnsta. Já, Jón á líka langminnst eftir að dekkjunum. Já, það er vá. nú bara einhver að trufla hann, sko. Sjáðu dekkin á Berg. Já, hann er á metinu alltaf. En bara dekkin á Berg á móti Steina, það er alveg, Það er bara eins og séu glæni. já. Sjáðu líka bara hvað tímandur eru farnir að falla hjá Jóni. Það er 203 ár, svo bara 205, 205, 205. Ég eðlilega þeir eru orðin hrikalega eitt hjá honum, sko. Framdekkin. Já. Það er svona þegar þau eru komin undir 40%, þá eru þau orðin mjög leiðileg. Herru, tillum okkur aðeins inn í bíl hjá Hugo. Það er nefnilega vannmetið að vera að keyra líka fyrir aftanbíl. Þarna? Þá bara ætlar hann fram. Uss. Þið fáið ekki að sjá það sem Gretar að tala um, ég ætla bara fram. Því að þú sérð alla bremsupunta allt öðruvísi og þú ert náttúrulega bara alltaf bara með Já. stóran blindan punkt. Með bíl bara svona á framstjórnum með þér. Já, viltu að ég fara á framstöðarann? Nei, bara inn í bíl. Já. Hans sjónarhald. Þarna? Nei. Lilla barátta. Þetta verður. Tjóðvill er Hugo graður í þetta. Já. Eðlilega. Hann er nú líka búinn að vera duglegur að æfa, ekki satt? Skilst það, jú. Ég er náttúrulega ekki duglegur að æfa það, ég bara veit ekki. En jú, hann og Himmi eru duglegir, búin að vera duglegir alltaf á kvöldin. Það eru... Það verður gaman að sjá hvort að Himmi tekki ekki bara sama streng á morgun og bara verður að berjast fyrsta sæti. Sjáu þið ekki núna hjá Tobba Vaffes Hugo. Já, vá. Jón B. er náttúrulega bara að vera búinn við vinstra framdæki sitt, sko.
Sjús! Það næri ekki þessar vegi líka. Hann gæti stokkið inn núna og tekið mediumdekkin og keyrt þau aðeins lengur. Tekið þá 12 hringi á medium og 8-9 á soft eða 13 og 8. Það geta alveg verið. Þú kannski getur svarað þessu. Lukas spyr hérna, eru einhverjir sem voru að keppa í F1-deildinni sem GT var að sjá? Ekki hérna held ég. Hér Jökull talar svo rosalega tíma. Já. Það er stór orð þegar það koma frá Mr. Two Time. Heldur betur. Lukas spyr síðan, er þetta Jón Brynjar? Nei. Er það vissulega ekki. Þetta er hann Jón B. Oddfríðarsson. Johnny B. Steini er að saksa þess á Jón hérna. Já. Komin í 5,7, það var í 8, eitthvað á hann. Já. Taka 3 sekundur á hann. Er það ekki líka bara rosalega mikið hérna Jón B. að saksa niður á við? Kannski frekar það. Það er það. Það er bara mjög steinni tíma til hérna hjá Steinar Sveins. Það er bara búin að bæta sig aðeins en það vikvaðis. Já. Það er besta tíma á 2 og er svona nálgast það aftur. Það líður ágætt á mediumdekkjunum sínist mér. Jón B. kemur í pit. Jæja. Þetta er ekki dórið eftir að vinsta framtekinu. Hugo er að laumast. Það var næsta. Já, það er bara Smá það. koss. Hann er mun fljótari út úr beigjónum á Hugo heldur en hann toppi. Miða við á báða sem sagt. Já. Það er náttúrulega það sem Toppi hefur ekki eru þýsku genin, sko. Já. Hugo er náttúrulega bara með hennar bíl í DNA-inu sínu, sko. Rétt. Það er ekki frændan sem að stofnaði Volkswagen. Jú, átti einhvern þátt allan í því, skildist mér. Það er gult flagg hérna hjá strákunum. Ó. Get ekki séð hvers vegna. Það var B.G. Ersson. B.G. Ersson. Hann er Toppi fyrir að ná honum. Svaði Hugo núna. Þarna. Fyrsta sæti Hugo í á fyrsta. Ekki leikur. Jú, hann Það láta vita þessir. Hann á næstu innrið hegi. Hann á inni í næstu beigju. Sjúss. Hann er búinn að klíra Toppa. Núna fáum við bara að sjá öfugt hvernig hann heldur þá. Hei, og Toppi stingur sér inn á aftan. Toppi á nú ekki góð dekk eftir. Nei. Nei. Og minna bensín. Og spurning, er það að koma báðir inn núna? Hvernig? Nei, þeir lögðu ekki í það. Þeir eru sáttir með tíman eins og er. Þeir eru náttúrulega báðir í. Já, ok, hann er hægari þessi tími hefur heldur en að... Já, baráttan líka. Þarna. Þeir eru farnir að sjá í raskatið á Bergi. Í Gersson. Hoppi að fara að stinga sér. Allan lætur Hugo vita að hann sé þarna. Já. Þeir aðeins í grasið, heldur þessu samt alveg. Það er bara enga á þessu syndast mér. Þarna er Bergur, já. Bergur skýtur sér til hægri, hleypuði bara alveg fram úr. Vel gert hjá honum. Á ekkert, mjög fallega og vel gert. Já,
ég meina Toppi ekkert að missa hann í burtu frá sér, hann bara alveg Nei, svo sem ekki. á verri dekkjum. Og það kannski helst einmitt eins og í þessari beygju sem að Toppi missi hann svolítið frá sér og Hugo var alltaf mjög fljótur í næstu. Já. Það dekkjamunurinn sko, en nú fara dekkin að falla svolítið hjá Hugo líka. Já, munurinn að vera fyrir aftan í slippinu eða fyrir framann að rífa þetta allt út úr þeim. Þetta betur. Hún ætlaði að verði eitthvað svona undercut, overcut. Þetta bara detti báðurinn á sama tíma. Þetta bara að keyra dekkin út eða klára bensintangi. Þetta spennandi. Já. Jón B. fór aftur á soft. Já. Herru, Toppi kemur inn. Toppi inn. Dekk. Box. Ég ætla að giska á að hann komi út á soft, þannig að ná í undercutinu. Hann fyllir bílinn af bensinni. Það er soft. Soft. Hann kemur út rétt fyrir framann Steina, 5 sekúndum undan honum. Og þetta eru hérna tæpar 17 sekúndur í Hugo núna. En bilið samt bara að aukast. Þetta breyst núna. Já, þarna tók hann nú leina á honum. Hugo! Hugo fór svo að setja þess út af, eða voruð ekki með myndavélina á því? Nei, það var ekki með myndavélina á því. Hún tapar nú ekki, já. Ennþá bara í tæpum 17, en það er að falla hratt núna. Berg aftur. 16, tók að honum hálfa sekundu hana bara á stundingafla. Já, geta að vera leiðrétt að slettur Hugo fór út af. Já. Það eru þessar löngu hröðubeygjur sem að eru Toppa í vil núna. Já, ferskum dekkjum. Já. Hann slítur sig frá Steinan, komið með 6 sekúndur niður í hann. Topp að skera hratt á Hugo núna. Já, þetta er einmitt fróðlegt. Hvort að undercutti sé að fara að virka. Já, ég held það. Hann var einhverju tæpu 0.78 og eftir hann þau komið inn, hann er búinn að taka á honum alveg góða 1,5. Tjóðlega Hugo eftir að líða eins og þetta sé langur pittur þrátt fyrir þetta sé Og hvað kemur þá á Toppi? Toppi er að koma fram hjá þetta núna. Hugo er ennþá að dæla bensín. Hugo er að koma út og hann kemur út á medium. Hugo kemur út á medium. Já, hann allavega hittir nálægt honum, hann hefði kannski viljað vera hálfur sekúndu nær honum upp á að vera með slippið alveg, en tjóðlega væri það gott stratt að vera fyrir aftan Toppa á mediumdekkjum. Já. Þannig að hans vegna vonast hann eflaust til að ná að halda í við hann. Hann átti nú alveg töluvert betri dekk heldur en Toppi, þannig að hann gæti farið fyrr inn á softdekkin. Heldur en hringina sem að Toppi mögulega keyrir á. Já. Þetta er ógeðslega spennandi, við náum að spekulata hérna alveg fram með þessi 30. hringu og eitt stórkostlegt gerist. Núna er hins vegar hættan á að Toppi stýta hann svolítið frá sér. Hann er allavega ekki á þessari mínútur rúmri að búa til mikið bil. Nei. Það getur verið fljótt að breytast. Svo séð er að koma til núna stóra langa beygjan. Hugo finnur að það er ekki jafn mikið grip í miðjumdekkjunum. Hann er nú að tapa tíma á hann, en ekki mikið.
Hún kom náttúrulega bara á átlapp núna, þannig að við getum séð á næsta hring hver hringdík maður munið náði með þér. Ég held ég að Hugo sé sveittur núna maður. Ég held að það sé bara ógeðslega fókust, því að þeir eru náttúrulega alltaf saman partí. Ég vil Já, samt eiginlega ekkert vera að trufla það. nei, ég var að hugsa á hann sko. Já, við erum satt átt okkur að Jón B. er í þessu partíi. Já, það er nóg að trufla það. Það er ekkert sem við getum gert til þess að trufla það. Þetta er maðurinn. Jón B er að keyra steina upp í hérna, komið niður í 2 sekúndur. Já, Steinin náttúrulega styttist í að hann þurfi að pitta, hann þarf bara að vera búinn með bensinni sitt. já. Jón B á softdekkjum móti steina á miðjumdekkjunum. Bergur er í bit, kemur út á soft. Steini er mögulega. One-stopper eða? Já, mögulega. Þegar hann að fara langt á miðjumdekkjunum. Já. En hann þarf þá að spara þessi softdeck. Þarf að ná allavega 2-3 hringjum í viðbót. Svo viltu vita hvað þetta gefur upp í bensíni. Ég vil ekki hugmynd hvað þetta gerir. Hugo komið niður í 3 sekúndur. Topp er búinn að slíta sig frá hann í 3 sekúndur. Hvað, Hugo tók 13 á soft. Þannig að kannski hann bara var að taka 4 hringi á medium. Já. Já, var þetta ekki 12 og soft? 13 hringurinn er útringurinn. Já, 12 já. Sama beiliði hækkar svolítið hratt núna. Toppi var að fara 2.024 meðan Hugo fór 2.04 reyna. Toppi var náttúrulega medium dekkin svo eftir. Já. Herðu, hendið á Jón B í útsendingunni. Nei, hvað var að gerast? Ég sagði þetta áður en þetta gerðist, eða meðan þetta gerðist, það var nú ekki ástæðan. Ég var svona að vona hans vegna og yrði seitt til. Ég held ekki, það er enginn að fara að trúa því, sko. Jæja, guði. Það hlakkaði pín í þér að sjá hann fara út á eftir að hann vildi kikka þér út á partíinu. Það er hörku slagur þriðja sætið. Vissulega algjörlega sikkvort pit strategían, en það er slagur á braut. Já, en þeir gætu verið að koma niður á sama punkt. Núna er Steinar klár á 15. hring. Já, hann fer ekki mikið lengra, sjáðu bensínu hans. Já. Já, hann þarf bara 15 hringi. Þá getur hann farið 15 hringi. Þannig að hann þarf að teygja þá softdekkin alveg. Softdekkin helviti langt maður. Já. Þannig að Jón ætti að vera með þetta. Ég er ekki búinn að með þetta. Nei, við sjáum bara softdekkin eins og hjá Jóni núna á hvað? 7. hring. Hvað fór hann ekki inn á 9. eða 10. 9. heldur. 10. er átlappin hjá honum. Hann fer inn á 9. hring. Þetta er góður starfsfræðinstrákar. Þetta er betur. Steini fyrir smá vítt. Þetta var ekki þægilegt maður. Andskotin, þetta rettaðist. Hvað var það á Steina? Já, og Jón B, eitt á replay og fór á Jón B. Bara í chase cam. Já, ég get ímyndum að þetta hafi ekki verið þægilegt.
Þá eru þeir orðnir svolítið dreifðir á brautinni. Já, En Hugo er búinn að finna gírinn aftur, hann er ekki að hleypa honum lengra frá sér. Síðast hringur ég á Hugo, 2.036. gott að nýtjum ekki um það ekki. Jú, það held ég. Og síðast hringur ég á Toppa, 2.036. Það var ég ánægður að ég næði þeim tíma soft á morgun. Ef ég kemst. Já, hvað er það? Hvað er þetta 50-50 á þér? Ég er bara, þú veist Já, með bara fyrir stælar. ef einhver er svo góð við að bjóða mér í matabóð eða eitthvað, þá þykja það. Vá, Allt í reyna ári. fiska. Allt í ári, sko. Ég skal millifara inn á eina pilsi og mætir. Hvað eftir, ég sé 20 kíló með skólatöð, sko. Ein pulsa fóður mig bara hérna heim frá bensinstöðinu, sko. Þarftu að komast heim. Já, þá þarf ég eða peningum í að keyra út á bensinstöðinu. Ekki glemma því. Ég skal bara senda þér pizza í heimsendingu. Þú hefur nú sendt mér í heimsendingu á þér. Já, ég veit allt klárt, sko. Maður þarf að hugsa um þig, sko. Já, rétt. Það gerir enginn annar. Það var gott áfengislaust rauðvín sem ég fekk þar. Og 0% humlar. Ná, ég segi ykkur sögun á bakveg hennan bláa litina hjá honum Hugo. Herðu, býð spenntur. Já, það ekki. Ég fekk að heyra þá sögu á það, okkur Hugo vildi þennan bláa lit á hann á Volkswagen. Hann var sem sagt úti í Þýskalandi, þá sá hann svona bláan Volkswagen og var ástfanginn af Volkswagen þá. Já. Þaðan kemur Volkswagen blætið hjá honum. Og náttúrulega Ég var DNA, alveg sko. viss um þetta. Ekki, Ég var alveg viss um að- ekki, nei, sleppi sér. Við erum á langs YouTube-rás, ég veit hvert þetta fara með þetta. Hvað ég... Sleppti þig bara, Þetta ekki... ég þekki þig. Já. Setti þetta bara inn á spjallið. Herðu, það er 5 sekundur rúmar, Toppi Hugo. 9 sekundur rúmar, Hugo Jón B. Svo erum við alveg með 18 sekundur eða 1 stykki pitstop niður í steina. Hugo þarf í rauninu bara að taka þennan og næsta hring, þá getur hann tekið eins softistint og hann var búinn að taka. Já, en hann þarf samt alveg að passa sig, þá var hann, Já. þú veist, hefði ég haldið að hann þyrfti að passa sig út, því hann vann náttúrulega með Toppa bara fyrir fram að segja allan tíman, sko. Já. Ég er vissulega Það ekki vissi ég. sérfræðingur, en hérna, ég gæti trú að það sé að slítið leikjanum aðeins minna að vera í draftinu. Ég geti gert það. Það geti alveg verið. Svo sem ég þekki ekki sjálfur, en ég geti alveg trúið því. Það þarf ekki að vera alveg jafn graður í beigjónum og annað, sko. Já, Þú byrjar aðeins meira að slaka á. en hann þarf nú samt að passa sig að gefa í hann, má ekki missa nógulega frá sér. Já. Hann fer hringi viðbót. Þeir eiga þó 13 hringi eftir núna, fyrstu fremstu tveir. Já, hann þurfti að klára næsta hring, þá getur hann ná hann 12 hringi eftir, sko. Já, ég er sammála. Pitta eftir þennan hring, eða pitta í lók þessa hrings. Þá ætti hann líka að éta hann upp á mjúkutækjunum. Þú vilt sjá framúrakstur? Ég er einmitt hérna á honum. Horfum við átt. Bergur fyrir bara að slá grasið til þess að hleypa honum fram úr. Hugo alveg aðeins og gráður að gefa hann á eftir þeim. Bergur alveg passa sig að búa ekki til neitt framma. Full heiðarlegur ef eitthvað er. Það sér ekki mikið á meðtildækjunum hjá Hugo.
farið að sjá svolítið á softdekkjunum hjá Toppa. Og Jón. Hann er búinn að vera aðeins lengur á þeim. Já. Nú myndi ég segja að það væri komið tími hjá Jóni að skella sér inn og taka bara medium til enda. Samt að taka 204 á síðasta ring. Já, kannski næsta ring. Það var náttúrulega farin að jafna medium tímana. Þú veit þetta steady og Hugo maður. Já. 241, 237, 237, 243. Hugo tekur ringi viðbót. Hvað finnst þér um það, Jói? Hann er að spila þetta örugt. Full örugt fyrir okkar smekk því hann er búinn að missa Toppa 8 sekúndur frá sér tæpum. Já. Hvað segir tjattið? Það tjattið ekkert að segja okkur eitthvað skemmtilega staðreyndir eða koma með einhverja fróðlegar spurningar. Opinn mæk hjá Jón Þóri. Og heyri honum í fyrsta skipti í útsendingu. Fyrir utan í opna lobbyinu daginn, eða opna partíinu daginn. Það sem virkilega segja lítið þá. Feiminn strákurinn. Mjög. Jó, ég get sagt þér það, ég hitti Jón Þór síðast í Tívolí. Já, betur hvað, var Tívolí á Akureyri eða? Já, Tívolí á Akureyri. Gamla góða Tívolí sem alltaf niður á Höfn. Hvaða Nei. smábæja fordómar eru þetta? Já, fengur gamla Tívolí í okkar, já, ok. Þetta sem við vorum fyrir 20, nei, vá, 30 ára. Það líka sást, það var greinlegt að það var búið að liggja mikið í rigningunni. Já, þetta var búið að starta niður á Hafnarbakka í saltinu. Já. Ekki það, við erum ekki með neitt Tívolí lengur, þannig að... Erum við ekki með hringekju niður á Höfn, eða? Við erum búið að taka hana niður. Var ekki búið að taka hana niður? Var komin yfir aftur eða? Var ekki komið eitthvað hótel í staðinn eða? Hvernig var það? Já, sama hér. Við erum alltaf með húsdýra fjölskyldugarðinn og erum með fallturinn þar. Já, Akureyri er með sveitabæi. Erum með þetta þar. Og svo er hérna sleggjan úr Smáralitinni, hún er komin í húsdýra fjölskyldugarðinn. Það er svoleiðis, heyrðu, skemmtileg staðreynd. Ég hef gert við það tæki. Nei, þá fer ég aldrei upp í það aftur. Heyrðu, Hugo farði í pikk, maður. Já. Nei, Hugo. Uss. Tökum slamma beigð, fyrstu beigð. Það var nú ekki bilið jafnt núna á síðasta ring. Já. Það eru líka munar 100 sluta á þeim. Nei, 10. hluta ætla að segja. Sveins fram úr sér og misti bílinn við það. Slapp svo að valda nokkur vandræðum. Svo nú annað sem gætum viðra og kostar helviti góða hugmyndi í spjallinu á gráðan. Viltu viðra hann eitthvað? Herru, já. Ég var að stinga upp á því að við myndum halda einu aukakeppni. Bónuskeppni. Þar sem bónuskeppni, eða þú veist, ekki bónus. Já. Bónus er ekkert að styrkja okkur. Nei, þetta er svona ekstra bónus. Já. Hvað ekstra er heldur ekkert að styrkja okkur. Nei, hugmyndin var svo. Svona frís aukakeppni. Að sem sagt topp 7 úr báðum deildum keppi saman á sikkoru tegundinni af, eða sikkoru flokknum á bílum. Þannig að segjum til dæmis að A-deildin væri á GR2 og B-deildin væri á GR4. Mér líst vel á. Vægast það. Taka sólarringskeppni á Le Mans. Já, í klukkutímakeppni. Við getum haft tímaröðu. Það er gaman fyrir B-deildina á grú 4. Nei, ég meina, þú veist, hvað erum við að keppa hérna? Já. Nei, ég var að menna löngu beinugablana, þetta sé ekki skemmtilegri grú 4. Já, þeir eru braut. Setja múrstein á inngjöfuna og fara í pissupásu. Ólíkt óska þess að væri grú 4, sko. Það mér líst þér á það. Hey, Hugo. Fer hann aftur fram, já? Aftur fram. Það er hann bara að gleyma sér drengur. Nei, eigum við að ræða eitt. Hugo er á one-stopper. Nei, næra því.
Hún fór inn á 12. hring, hann er komin aðeins undir helming. Hann nærði ekki með Nærði bensín. ekki með bensíni, nei. Jón B. í pit. Jæja. Taka medium dekkin sín. Passa sig að klára softdekkin alveg, það er sparnaðar þarna. Dekkin eru klárað alveg niður í striga. Jón borgaði fyrir dekkin, hann ætlar að nota dekkin. Það er rétt. En já, hvernig væri þá að hafa bónuskeppnina á hérna Nürburgring? Prískeppnin. Þetta er svona nettokeppni. Æ, hvernig finnst þér þessu hérna, Jón Þór? Þetta væri flott samkaup að koma þessu svona saman, sko. Jafnvel bara ágætt kaupfélag skapfyrringa. Já. Mjög hagkaup í bílum líka. Já. Heimilisfangi mitt er nú já.is ef allir þessi fyrirtæki vilja nýta þetta tækifæri sem auglýsing og senda með vörur. Já. En við náttúrulega sendum bara gíróseðil, sko. Sko, núna er Hugo tveimur sekundum hægari heldur en hraðastaringurinn á sér. Já, hraðastaringurinn á Hugo er náttúrulega mjög hraður. Já. Ég gefa hann það, hann er ennþá að taka 2.03 sko. Já. Mitt 2.03. Hún var komin einmitt í 2.04 á softdekkjunum, þannig að kannski er þetta bara rétta strategían rétta starti hjá honum. Núna hlýtur hún að fara úr. Tímarnir á toppa eru sömu og hjá Hugo núna, eða svona eins og það sem. Hugo heldur áfram. Já, dekkin hjá toppa er líka farin að finna þess fyrir því. Hann er að bíða eftir að toppi fara inn. Það eru mistök. Já, sjáum, hann er kannski með eitthvað master plan, hann er nú þjóðveri. Já. Já, þú veist, eitthvað, aftur í tíma. Þannig að það var þá topp 7 úr hvori deild sem að taka þátt. Í bónus, extra, hagkaup, samkaup, keppninni, frís. En við vorum þá að spáði að hafa þetta... Ég klæjar örugglega í hérna tunguna núna, hann langar svo að koma með einhvern brandara þetta sko. Okkarlega. Joiniði spjallið. Eigum við kannski að hoppa yfir til þeirra? Nei, ég er bara ekki þar. Já, ég er sammála. Gert það svona lokin eða eitthvað. Já, tökum bara podcast með þeim eftir keppni. Fáum að heyra lögið þeim. Þannig sjáum við Hugo sekund að hægar á síðasta ring. Já. Núna hlýtur hann að fara inn. Sjáum það að toppi er að... Antoine áfram KS og Brynjar Þór. Já, Sean Antoine sagði líka helvíti góð hugmynd. Brynjar Þór kemur svo með bónuskeppni, Suzuka Old School Formule 1, ekkert hési leifilegt. Mitt bót fer á, nei ég er góður. En það kannski reyndir ekkert að hafa ágjur að, ég er ekkert að fara enda í top 7. Hvað gerir Hugo núna? Ég er einmitt það, hann fóða sko. Hann fer loksins í pittin. Jæja. Þetta er vannýttar sekundur hjá honum annað held ég. Já, 10 sekundur, 8 hringjum. Það er vel ílagt. Hann þarf að slíta á honum alveg rúmar sekundu á hring. Já, og taka fram úr. Þannig að það er hreinlega bara gleymt sér. Bara verið í gýrdum. Þú getur farið á Jón B, hann er að koma... Toppi ánallega þá mediumstindi eftir, hann á eftir að pitta. Já. Já, en það er svo helviti fáir hringir eftir fyrir þetta sko. Núna er Jón B á medium og Steini á slitnum soft. Hálfslitnum soft. Jón B er búinn með outlapp og 1 hring á dekkjunum.
En já, við vorum þá að spáði að hafa þetta one-make, grúp 2 og grúp 4. Og það ekki. Og þau getum Jú, ekki það var verið svona með pælingin. bop. Já, en svona bopp verður ekki möguleiki. Já. Þannig að við finnum einhverja 2 hræðilega bíla og látum alla keyra á. Það er alveg sama hvaða bíl við viljum, það verður hræðilegt. Já. Umulig hugmynd. Nei, tjók. Ég ætla ekki að vera fílbúki hérna, sko. Nína, það er líka alltaf að menn séu með skoðun á því, en... Já, enda vorum við bara ekkert tilbúinir að breyta því. Já. Eins og uppræðlega planið á þessari braut var grúp B. Nei, Steini. Uss. Nei, og fer út af. Replay. Replay. Ó, það er kanturinn hana. Ég hef lent í þessu. Já, bremsa núna á kantinum. Já, þetta er nefnilega... Við horfum á þetta aftur. Þá er þetta mjög lúmskur kantur sem að kemur hérna hægra megin. Kemur svolítið bump í honum og að þú færð vitlaust yfir hann, þá hendi það þér til hægri. Bergur var að snúa hana og Toppi byrjun á formúlunum. Herru, Hugo er að saxa. Hann er aðeins að éta niður tímann. Það verður fróðlegt hvernig þetta kemur út þegar að Toppi fyrir pit. Hvað er það pitið núna? Hún er dekkinu búin um bensín. Það er nefnum viðbót. Hann ætti alveg að ná einum, kannski hring. Það er tæft. Já, ég var komin á mute. Það er ekki gott. Nei. Sendingameistarinn komin á mute. En hann er að fara mun betur með dekki núna heldur en hann var að gera áðan. Toppi. Já, er mikill munur á því? Já, er hann ekki búinn að fara... Hvernig fór hann inn? Hann fór inn á 11. hring, var það ekki? 10. 11. Hann fór inn hring á undan Hugo. Hann hlýtur að koma inn, hann á ekki bensín. Hann kemur inn. Kemur inn, já. Hvar kemur þá Hugo? 23 ára milli. Hugo er með Berg fyrir fram á sig. Bergur hægir á sig bara. Meðvitaður aðstæður. Vel gert. Toppi komin út í pit. Já. Hugo er komin á beinagafla. Ekki er óbyggjum bíl, sko. En aldrei að segja aldrei, því aldrei verður aldrei. Segð það eins og. Aldrei að segja aldrei, því aldrei verður aldrei. Ég kalla það nú góðan að geta sagt þetta áður. Sagt það 10 sinnum hratt, það ekki? Það eru 9 sekúndur sem að er þá munurinn á þeim. Já, 6 hringir með þessum. Já, það er allavega hann er að nálgast. Já, hann er að saxa á hann. Grunar að þetta sé ekki nógu hratt samt, sko. En hann sér hann. Hann kveikir undir honum. Hann er svo oft á móti medium. Höld medium eins og er væntanlega. Hvað er verið að mönsa? Það eru fríhafnarnami. Það er ekki bónussúkkulaði. Nei. Það var topplegur á.
Steini ætlar að láta, hann bara búinn að pitta einu svona ekki? Jú. Sýnist ætla að sleppa bensínu hjá honum. Já. Og dekkjanum. Með að hann á samt á 10. hring á þessum dekkjum. Það fara að 4 sekundur í B. Herru, 7,8, Hugo í toppa. Já. Toppi náttúrulega bara með gjöfuna niður í gólfi, sko. Ekkert að fara að missa þetta, sko. Mér finnst þetta samt, menn hafa verið að, allan að það sem maður hefur séð, ekki verið að fara mikið út af eða því um líkt, svona stórvægilega. Nei. Jón B. myndar meiri tíma milli sín og Steina. Ferskum medium dekkjum á móti slitnum softdekkjum. En ef þetta endar svona, þá eru allar spár í chatinu réttar. Já. Allir jökull með þetta rétt. Já. Allir jöklar. Spesen hafa ekki spáð sömu spáni tvisvar, þetta er náttúrulega Mr. Two Time. Já, þá fáum við að sjá hvaða tíma topp er að taka á mediumdekjunum. Það er 2:02. 2:03. Og hvað er Hugo að taka? 3 ár og síðast á. 2:02. Fyrir Hugo þá er þetta því miður bara ekki nóg. Hann þarf þá að vonast eftir einhverju smávægilu mistökum en það framann ef þetta var... Einhverju smá commentators curse. Já, ekki það. Við erum að tala mest með Sumar Hugo þannig að það er hans sem er bara mest út úr þessu. Ég sé semst Hugo fyrir mér taka replayið þegar hann leggst upp í rúm, horfir á endursýningun og keppninni. Svo verður hann svolítið svona eins og Pétur Jóhann þegar hann var að taka símarhekkjana. Hann hringja á einhverja bóndabæi og beða hann að lýsa fyrir sér hvernig það er mjölka eða hvað það er. Hvert skipt sem við segjum Hugo, þá er hann bara Hugo! Ó, ég var óviðeigandi, hvað? Ég sagði ekki neitt! Hann er komin í undir 7 sekundur. Já. Þessi hringur á 3 viðbót. Það getur allt gerst, látið ekki svona. En Hugo fær allavega 1 stig fyrir hraðasta hring. Já, það getur allt gerst. Ég hugsa að fá nú aðeins fleiri stig. Já. Þetta er 21 stig í bankan eins og þetta stendur svona. Hvernig stendur deildin þá ef þetta endar svona, Jói? Hugo tekur langstökk. Og kíkja á stöðuna. Svo það dragast 2 verstu keppni frá. Hvað er ein keppni eftir þessa? Já. Svo núna stendur Toppi á toppnum. Toppi á toppnum? Þetta hljómar þetta vel. Þetta er bara meant to be. Já, hann er með 92 stig. Jón Anton, svo er nú búinn að gefa það út að hann verður ekki í seinni 2 keppnum. Hann er með 70 stig. Og Jón B.
Johnny the Tiger eins og hann er kallaður. Hann er í þriðja með 64. Oliver Nói í fjórða með 56. Steini Sveins er í fimmta með 40. Og þar á eftir er Hugo með 38. Með 21 stig út af þessari keppni. Já. Þannig að hann fer upp í 61 stig og Oliver og Steini er með. Hann stekkur upp fyrir Oliver Nói allavega. Þannig að hann er að tryggja sér 5. sæti og það er jafnframt. Nei, tryggja sér, hann er allavega með þátttökurétt eins og er í bónuskeppninni. Við þurfum að finna eitthvað lítið nafn á þessa keppni. Heldur betur. Annarkvort það að fara að hringja markasteildinni eða bónus. Menn eru byrjaðar að henda í Driver of the Day vote. Já. Hvetjum alla í spjallinu og útsettingunni að henda í DOT. DOTT. Og like and subscribe. En Hugo fær mitt atkvæði. Hann er búinn að koma skemmtilega á óvart. Já. Ég vissi hann hefði þetta í sér. En svo ég segi nú það sem ég er að hugsa, það væri alveg klassískur Hugo að taka eitt gott wallride snú og missa 2 fram úr sér. Já. Hann kann það nú alveg. Já, ég vona það samt innilega ekki. Nei. En séum það, hann á þennan nú næsta hring eftir og sjá hvað hann á mikið eftir að dækjum, þannig að hann getur farið miklu fyrir inn. Já, það var nú vitamál. Herra Jón Þór, þú ert gestarstjórnandi hérna með okkur, þannig að þú verður að vera tilbúið með að lágmarki 3 spurningar fyrir strákana í lokkeppni. Já, það er svoleiðis. Post-race podcast. Er ekki bara sama og var í öllum úrvalsdeildarkeppnunum, drekkur mjólk og baðar upp úr mjólk og eitthvað svona? Já. Þú ert nú búin að dissa það nú svo margótt að hérna, ég held þú verður nú að sleppa því. En það er náttúrulega engin úr MS að keppa hérna. Nei. Nú Bergur. Þetta er ekki... Jú, Bergur er MS. Já. Afsakið innilega MS og Bergur. Toppa að setja flotta tíma hérna mitt í dekkjunum. 2.02.9, 2.03.6. Já, Hugo hefði þurft þess að auka hringi á softdækjunum. Þeir eru bara á sömu tímum eða núna sko. Já. Svona meðal. Hugo aðeins betri náttúrulega. Þá er hafinn síðasti hringur, drengir. Já. Fremstu 3 eru á síðasta hring. Fremstu 4 eru á síðasta hring. En ég get sagt okkur eitt varðandi stígatöflun sem ég hef búin að reikna út, og það er að Jón B. hann þarf sem sagt í seinni 2 keppnum til að ná upp fyrir Jónatan, hann þarf 3. sæti og 2. sæti til þess að ná upp fyrir Jónatan. Ok. Og þá eru þeir jafnir, en þá vinnur Jón B. þetta á betri úrslitum. Já. Þú ert komin djúpt í tölfræðina. Já, þetta var einhverja spekuleikar í hérna spjallum daginn. Já, ok. Lukas í spjallinu, hvað áttu við? Nei, ég meina, sjáu þið núna, Hugo komin undir 5 sekundur á hann. Já.
þetta er svo svekkjandi fyrir hann, sjá hann alltaf hann í hverju einustu degi. En svekkjandi og ekki svekkjandi, þetta er bara geggjuð úrslit fyrir hann. Já, þetta er vel gert. Og hann sýndi það alveg að hann hefur hraðan til að berjast í toppmennina, þannig að það er ekkert engir afslættir, sko. Þetta er maður sem leiði deildina. Hann var ekki að gefa hann neitt eftir. Nei. Og þá kemur Toppi yfir línuna. Fyrsta sæti og Hugo þar eftir, 5 sekúndum eftir. Og í þriðja sæti er hann Jón B. Nei, menn hann á 2 beður eftir, rólegur. Já. Bergur komin yfir línuna. Líka. Ætlar Jón B að bæta tíman hans Hugo? Nei. Kemur. Nú er bara einn eftir. Steini Sveins. Já, Vonstafur. Já, Vonstafur, vel gert. Hann átti ekki mikið bensin eftir, en þó eitthvað. Já. Eigum við ekki bara að bomba okkur beint yfir þeirra? Það held ég. Ekkert að slóra við það? Nei. Það bara sé ykkur eftir smá stund. Er það? Ég er ekki með, það er ekki opið partí það. Já, ég skal senda okkur innvænt. Alright. Segur þetta smá? Yes sir. Góða kvöldi. Góða kvöldi. Hvað segir nú gott? Bara góður. Það er það ekki. Jú. Flott úrslitið þar, Hugo. Þakka þér fyrir. Og með fastest lap. Bingo. Já, engin smá hringur. Já. Já. Klárar. Og þeir eru í beinni útsendingu hjá okkur þegar? Sælir! Sælir! Sælir áhorfendur! Sælir. Já. Herru, komið með eitthvað slúður, segja okkur eitthvað skemmtilegt. Ég hringaði bara 4 sinnum með eitthvað. Þetta sparkið líka til bann. Ég get sagt ykkur það, líka einu sem er í PlayStation 4, þannig að það er bara vel gert. Já, víst. Og Wi-Fi. Og Wi-Fi. Já. Þetta var bara mjög kurteisleitt allt saman í kvöld hjá okkur. En hann var hérna annað en flestir aðrir. Á öðrum bíl. Það má eiga það. Og öðrum bíl. Flottur. Ríkvað það, drengurinn. Herra, þetta var hörku akstur hjá ykkur, topp 2 til að byrja með og bara alla keppinu. Það var mjög gaman að fylgjast með topp 2 þarna í fyrstu 10-15 hringina. Býtu, hvað hatur þetta? En ég hins vegar, já, ég aðstæðast þess að fara á medium í fyrsta stoppinu, það var bara klúður. Nei, það var ekkert úr því. Við erum búin að analysa þetta, klúðrið þitt var hvað varst lengi á þeim. Já, líka það. Það gæti líka... Það var eina klúðrið þitt. Já. Af hverju varstu nú lengi á þeim? Gleymdur þið bara? Ég bara gleymdi mér, ég var bara farin að venjast að keyra hann og... Ég sá að ég var að skila svipuðum tíma, þannig að ég var ekkert að pæla í þessu, en svo þegar ég fór að sjá hvað Toppi var alltaf að dragast fjær og fjær mér, þannig að það ákvað ég, það komið kannski tími til að fara að skipta um. Já. Þú átti náttúrulega bara að hugsa hvað fór í margar hringi á softrunum og gera slíkt þið sama aftur. Já, það er alveg raukrétt hjá þau, sko. Alveg rétt, sko. En engu að síður, Hugo, þú vinnur Driver of the Day titilinn. Nei, það var engin, þið heldur ekki kosningu. Víst. Býtu, hvar? Þú ert búin að vera að hlusta á allt strímið, þú heyrðir okkur segja að þeir voru 3 hringir eftir, hendi í spjallið hérna Driver of the Day atkvæðum. Ég er ekki búin að vera að hlusta, og þetta er helvitist lygi, sko, því að það er ekkert atkvæði í spjallinu. Ekki ég að lesa það. Það er atkvæði í spjallinu. Ok, ég sá það núna. Ok, ég tek upp tilbaka. Jón B, ertu sár, finnst þú að þetta skilið eða? Hvað segirðu? Ég heyr að þú ert sár, þannig að þér finnst þú hafa átt þetta skilið? Nei, já, þetta er ekki skilið. Það er bara skilið, ég bara... Hvert myndir þú henda atkvæðinu þínu, Jón B? Hvað segirðu? Hvert myndir þú henda atkvæðinu þínu? Ég myndi setja það á, Hugo. Já, ok. Bara svona fyrir áhorfendur, þetta er fyrsta skiptið síðan ég byrjaði að keyra, ég fæ að vera Driver of the Day. Og þetta er fyrsta skiptið sem ég klára race á fastest lap, allar breytir það. Já, þetta var líka ekki smá hringur. Slepp nú eiginlega meira af það, sko. Þannig að það er bara að vera að bróta blaðið sögu hér, kallar minni. Vel að þessu komin. Herru, Toppi, þú ert á toppnum á hana.
Ha? Já. Þú ert á toppnum, topp á toppnum. Yes. Ertu toppless líka? Já, reyndar. Þannig að þetta var hörku akstur. Hvernig var að vera með bláa í speglunum hana í 10 hringi? Það var bara hörku gaman, sko. Var það notalegt? Já, mjög notalegt. Við alltaf erum að spjalla á meðan, sko. Þá verður þetta einhvern veginn svo kósí. Verður þetta vinnulegra? Já, þetta er rosa heimilislegt, sko. Þetta er mjög heimilislegt. Það er ekkert eitthvað Hvöttu með allir áfram á fyrstu hringjónum að því að headphone mínu voru að vera batterislaus. Ég fikk mikinn stuðning þegar ég var að plugga þeim aftur. Það tók svona 7 hringi. Er það sem að gerðist hjá þig því að þú skyndilega varst hægari? Já, að því að þau pípa svo fucking hátt og það bara, mér brá í hvert skipti. Það er náttúrulega, fyrir þá sem að hafa ekki mikið spilað ef einhver skildi vera að hlusta, það er umurlegt að missa heyrnartólin með að kera. Þannig að ég er með VR-glöru, þannig að þetta er svolítið erfitt, þannig að ég var eitthvað að leita af snúrun á gólfinu hérna. Svo tók ég, nei, þá komið beygja sko, þannig ég geymd þar eitthvað starf, svo týnist hún, þannig ég þarf að finna hann aftur og svo. Ég var með hana upp í mér í 2 hringi. Það hefur nú verið gaman að koma inn í spjallið þegar þú varst með snúrun upp í þér. Þetta sagði ekki neitt á, sko. Það er ljótt að segja, en svo þegar hann var komin í gírinn aftur, þá var hann einhverjar 10-12 sekundur búin að missa á þessu, sko. Þannig að þetta var orðið helviti sparkingu fyrir hann að vinna upp, sko. Lendi líka utan í vegg, ferð út á, ferður í vegg og ferð skemmt, stuður á dekki. Já, þannig að ég síðustu beigja. Snemma í keppninni. Það var hérna, ég var bara farin að ofkeyra og hérna, og ætlaði að reyna að vinna þennan tíma upp og skemmti það bara dekkiðin og hérna, og lenda vegg. Já, ég sá það líka alltaf fram. Það var bara lítil von eftir það, þannig ég er rauninni bara sáttur með 3. seti. Já, ég sá það líka hjá Toppa og Hugo að Toppi var að fara með mun verð með dekkin á fyrsta stinti heldur en Hugo. Já, það var pressan, sko. Já, var það ekki? Já. Jú, af því að á seinna stintinu náði ég að fara miklu betur með mjúkudekkin, sko. Það er þess vegna sem að það er svo mikið bíl, sko, sem ég hef að vinna með á millihörðu, sko. Já. Það var kenningin okkar einmitt líka. Já. Já, það var þannig, sko. Ég fann það alveg, bílinn var léttar alltaf í beygjónum í draftinu, sko. Já. Og hefur það líka alltaf svona smá slaka úti því að þú verður hraðar upp úti og þú veist náttúrulega með slippið, sko. Já. Þannig að ég var líka þegar ég sá, þegar ég var komið tímins að fara í bet út af bensin, ég bara, ég veit að ég mikið eftir að dekka. Mér langaði eiginlega ekkert að skipta, sko. Þetta var hörkukeppni og flott barátta þarna milli okkar að tekja þarna fyrstu 10 hringina, 12. Já, takk fyrir það maður, þetta var góð barátta. Þetta var mjög skemmtilegt fyrir útsendinguna. Já, þetta var allt fyrir airtime, sko, við vildum fá airtime. Þú verður glaður þegar þú hendir í replayið að heyra umtala þig svona margótt. Nú, já, fekk ég alveg bara super-túper. Það var bara blá mynd á skjánum bara næstu í alla hringina. Var þetta pun intended, eða? Ég fatt ekki fyrir að þú sagði pun intended. En já, Jón Þór, þú ert gestalýsandi, ertu með einhverja spurningar fyrir strákana? Nei. Ég byrjaði mjög vongóður að finna einhverjar spurningar og svo gafst ég bara upp. Eitthvað sem þið viljið koma að... Einhverjir okkar. Er eitthvað sem þið viljið koma að hérna í lokin? Nei. Það er bara að þakka fyrir mig. Ég bara þakka ykkur allan fyrir stór skemmtilega keppni. Það var spenni í þessu, það þurfa að væri bara 5 að kera. Já, það var helvitið svekkjandi, sko. Þetta fór mun betur heldur en ég bjóst við þetta er mun skemmtilega. Við vorum svo spenntir yfir baráttunum og braut alla keppnina þannig séð að við fórum ekki eins og yfir liverinn. Nei. Gerðu það aðeins í uppbytuninni. Já, en ég er alveg einhver nær hvaða bíl ég ætla að vera á morgun. Mér langar ekki að keyra svona framhjólaldreiðsbíl en mér sýnist að þetta verði von meg. Það verður spennandi að sjá á morgun. Já. Ég nefnilega held að þessi braut sé bara alveg tilvalin fyrir framhjólaldreiðsbíl, hvort það sé þessi bíl eða Mastan.
Svo Viperinn, hann geggjaður. Æðislegur. Og svo náttúrulega Alfa Romeo sem Bergur var á, hann líka alveg geðveikur. Við getum líka, sko, ef þið eru í stuði og í beinni, þá getum við skoðað á ykkur að leyfa mér og Hugo að velja bílana fyrir ykkur. Já, nei takk. Já, ok. Herðu, við förum bara að slúta þessu. Herðu, Hugo, vorum við ekki að fara eitthvað á morgun hann annan kvöld eitthvað? Jú, við vorum að fara eitthvað. Erum við ekki busy bees? Við vorum busy á morgun. Við erum alltaf með meistara lýsendur á morgun. Það verður heldur betur 4 á morgun. Hreina línu að það eru sömu 2 einstaklingar sem fá bara engan airtime eða umtal á morgun. Já, þið eru að byrja streymið hérna 30 sek fyrir tímatöku. Byrjum þetta. Og skrópuðu í síðasta keppni, þannig að eini maður sem fær eitthvað sjónvarpstíma er Himmi fyrir að hafa reynt að vera með þetta á Twitch. Herru, Jói, hefur við ekki bara sleppað því að setja liveið á YouTube? Hefur við ekki bara heiða því Algjörlega. Klætið hérna fyrir að vera búin að rósa þessum einstaklingum hérna alla keppnina? Þetta gerist aldrei. Þetta gerist aldrei. Í þetta live útsendingu. Sko, það verður einhver að halda ykkur á tánum. Þið megið ekki ganga svo frjálsir jörðina. Þið eru orðin full kokki með ykkur, sko. Herru, samkvæmt reglum, þá má sleppa 2 keppnum. Já. Og hvað? Ekki útsendingu. Við tökum þetta á okkur. Við minnum á keppnina morgun. Hugo og Johnny B verða að láta menn hlæja og brosa hringinn. Hugo til lukku með fastu slapp og driver of the day. Toppi, til lukku með sigurinn. Þú leiddir svo gott sem alltaf keppnina. Og Jón B, þú þarft annarsæti í næstu keppni. Já, til að vinna nafna. Já. Já, þakka ykkur fyrir útsendinguna og hérna gangum vel á morgun. Yes, takk fyrir þess. Takk fyrir kvöldi, drengir. Takk fyrir kvöldi. Ciao, ciao. Takk fyrir kvöldi. Bye. Bye.